Komið sæl og velkomin í 8. fyrirlestur sem fylgir skáktíma 8 fjallar hvernig hægt að hrókera í skák. Hrókera. Hrókering framkvæmd með kóngi hróka. Sjáum borðið hér, það kóngur og hrókur. Kóngur á E1, hrókur á H1, hrókur á A1. Hrókarar fara kóngi 2 til hliðar. Bæði gerðu það stutt með hróknum sem hvað næst kóngnum eða langt með hróknum sem fjær kóngnum. Það 2 reglur sem gilda þegar maður má ekki hrókera. Ef maður hreyfir kónginn eða hrókinn sem maður ætlar að hrókera með, þegar maður búinn að hreyfa þá má maður ekki hrókera. Þessi kóngur fór til dæmis hingað og síðan aftur upp á srautin. Það má hann ekki hrókera. Hin reglan sú, það má ekki hrókera í gegnum skák. Segjum að þessi drottning hérna, svört drottning og F3. Og má ekki hrókera hérna. Það má fara í gegnum línuna hérna. Drottningi valdar F1. Það má skera línuna sem hún valdar á móti. Og einnig valdar hún G1, þannig að hún var að skera línuna sem kóngurinn þurfti að fara yfir til að hrókera langt. Já, drottningin ekki, segjum bara hún sé hérna. Jú, þá gildir þetta sama. En hvert getur við látið hana, þannig að stoppar hún ekki að hrókera. Hérna má hrókera stutt. Það alltaf lagi þótt að hrókurinn hafi verið onni. Drottningin alltaf lagi. Skoða þá hvernig drottningin, svarta drottningin, eða bara hvað svartinn maður sem ekki komið veg fyrir hrókeringu á drottningavæng. Þessi hérna hluti borðsins kallast drottningavæng. Þessi hérna kóngsvængur og helgast af því að kóngurinn byrjar hér í uppvæðið hans og á þessu væng, en drottningin byrjar hér á T1 og þessu væng uppvæðið hans. Þetta drottninguna hérna. Hér ekki hægt að hrókera, þá myndum við enda kónginn í skák. Krakkar eru nokkuð fljótir að læra að hrókera. Þetta mikilvægt fyrir þau að læra það snemma þegar með langar að kemja kóngum í skák. Svo við eftir að skoða betur í kafla fyrirlestri liðskipun. En þetta gott í bili hrókeringu.